Menntamálaráðherra segir aðdáunarvert hvað það mikill einhugur á Suðurnesjum að mynda sterka umgjörð börnin, unga fólkið og auðvitað það fullorðna sem hefur mist vinnuna. Það sé mikilvægt að gefa því von og líka þeim fjölda Pólverja sem starfa hafa á Suðurnesjum. Ríkið mun koma að málum á Suðurnesjum vegna þeirra stöðu sem upp komin í kjölfar gjaldþrots WOW, segir Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra. En hún kallaði fólk úr menntageiranum, íþróttahreyfingunni og bæjarstjórinn á svæðinu á fundi í Reykjanesbæ í vikunni. Á fundinum komu fram gagnlegar hugmyndir í skóla og menntamálum hjá forráðamönnum þeirra stofnana á Suðurnesjum. Ég mjög vongóð það að við munum vinna að þessu á mjög uppbyggilegan hátt. Það svona tvennt sem stendur upp úr eftir fundin. Það í fyrsta lagi þessi mikli einhugur sem ríkir hér á Suðurnesjunum að mynda mjög sterka umgjörð í kringum börnin og unga fólkið og það manni svona hlýnar mjög við það hvernig allt forystufólkið að tala það. Og svo í öðru lagi þá auðvitað að halda utan það fullorðna fólk sem að missa vinnuna og gefa því von og hugsa næstu tækifæri. Og svo myndi ég segja svona í bæti við kannski þriðja þættinum að þá öllum hér mjög umhugað þá Pólverja sem eru á svæðinu og hafa komið hér og lagt sitt af mörkum og vilja halda utan pólska samfélagi hérna og veita góðar og skilmerkilegar upplýsingar bæði á íslensku og þá á pólsku. Nú heyrið þú við aðilum sem að vinna hér í skólamálum, símenntun, íþróttamálum. Sérðu fyrir þér að ríkisvaldið muni koma með einhverjum stuðningi þarna inn? Já, ég sé það fyrir mér vegna þess að við erum til að mynda með framhaldsskólan, með fjölbrautaskólan og fisktækniskólan og Keili og ég vil nefna það að við vorum einmitt að styðja við nýtt nám í Keili sem tölvuleikjagerð og sem hefur fengið alveg gríðarlega góðar viðtökur og við erum með mjög öflugt skóla samfélag hér þannig að við erum búin að segja það að við munum forgangsraða fjármunum í þá veru að gera það alveg tryggt að fólk geti farið í nám hér ef það verður mikil aukning. Þú ert þá ánægð með svona viðbrögð sem þú fékkst hérna hjá fólkinu í samfélaginu, svona hvernig Suðurnesjamenn hafa tekið þessu með svona vissu aðruleysi? Já, mér finnst þetta mjög tilkomumikið hvernig forystufólk að taka á þessari stöðu. Það mjög ákveðið í því að taka á þessu einmitt af festu og yfirvegun og fagmennsku og ná utan samfélagið sitt. En það einmitt mikilvægt að það sé gott framboð af fyrir fólk bæði eldra og yngra að geta komist í skóla, tómstundir og íþróttir og tónlist og fleira. Það mjög mikilvægt að við tryggjum jafnt aðgengi einmitt af skólunum okkar að íþróttunum, tónlistinni, tómstundum og öðru slíku. Og við viljum vera þannig samfélag og við erum þannig samfélag og ég mjög vongóð það að við náum mjög vel utan þessa stöðu sem hér komin og ég hef fengið mjög góðar upplýsingar til að mynda varðandi símenntuna að fjármagn þar það vantar meira fjármagn þar. Við tökum það að sjálfsögðu til skoðunar og förum betur við það í mínu ráðuneyti og þannig að mér finnst bara að vera mjög mikill hugur í fólki. Hefur eitthvað tilfinningu sjálf svona fyrir þessu? Hefur þú trúið að þetta verði högg í stuttan tíma og að svæði verði fljótt að vinna þessu út úr þessu? Þetta auðvitað mikil áskorun til svona skemmri tíma litið og það alltaf auðvitað mjög erfitt að segja til það og það tengist auðvitað bara framboði á flugi hverjir koma til landsins og hvernig ferðamannasumarið verður hérna hjá okkur. Þannig munum við sjá hvernig útkoma verður en svo það auðvitað þannig að staða ríkisfjármála, staða gjaldeyrisforðans og hreina erlenda staða þjóðarbúsins, hún hefur ekki verið betri í mjög langan tíma. Þannig að viðnámsþróttur hagkerfisins meiri en hann hefur verið í mjög langan tíma. Þannig að auðvitað förum við saman í þessa vegferð.